Gott kvöld, góðir áhorfendur og velkomin að skjánum. Í kvöld það 7. umferð í úrvalsdeild og keppnin fer fram á Laguna Seca að þessu sinni á Group 3 bílum og umgjörið ég hjá mér í kvöld eins og vanlega Danni, blessaður. Já, blessaður og verið velkomin að skjánum, góðir áhorfendur. Það penultimate keppnin í kvöld. Nákvæmlega. The penultimate round. Já, nákvæmlega. Mjög fancy. Alveg distinguishedly gentleman á ferð. Og við vorum eitthvað að ræða hérna hvernig stigamál eru hjá í stórmeistaratitlinum. En ef þetta var rétt reiknað hjá okkur þá það þannig að Jökull þarf 1 stig í kvöld til þess að sigra stórmeistaratitilinn. Já. Það ekki farið fram á mikið við hann í kvöld til að innsigla þetta. En hann búinn að vera á palli í öllum keppnunum á þessu ári, þannig að hann mjög líklegur. Nákvæmlega. Já, en það líka Óli sem eldir hann í stórmeistaranum, en hann líka eldan á vortímabilinu og þar ekki nema 15 stiga munur á milli Óla og Jökuls. Þannig að ef Óli á 2 stórkostlegar keppnir og Jökull ekki, þá þetta ennþá opið. Já, nákvæmlega. Þannig að það enda allt opið fyrir vortímabilið. Já. Tæknilega séð ennþá opið fyrir stórmeistarann. Spyrjum að leikslokum. En já, það þyrfti heldur betur að verða einhver drama eða eitthvað skrítið. Óli þurfti að vinna báðar keppninar með fastest lap í báðum keppnunum og Jökull ekki að skora neitt stig. Já, nákvæmlega. Þannig að þá jafnar það basically. Var það ekki þannig? Eða hvort það var einu yfir? Jú, Já, ég ekki alveg klár. Já, nákvæmlega. Hausinn kannski ekki alveg klár í stærðfræði í kvöld. Nei. En enga síður, þetta getur verið skemmtileg keppni því að það eru allar búin að vera góðar fram að þessu í úrvalsdeildinni og við höfum oft hort á skemmtilega baráttur á Laguna Seca. Hún svolítið lúmsk þessi braut. Það er alveg mjög tekniskar beygjur í henni og mjög auðvelt að missa bílinn ef það fer smá út á battana eða fer með dekk í sandinn og sáum þannig bara í gær að menn voru alveg að gera mistök líka eins og við sjáum hérna Alex fer með annað dekkið út úr brautinni. Þetta mjög algengt og þannig að já, brautin hún getur komið aftan að mönnum, ekki spurning. Algjörlega, og það verður einmitt líka spennandi að sjá hvernig pitstrat verða. Það var víst loforð í spjallinu fyrir keppnin í gær að einn keppandi í kvöld ætlaði að taka one-stopper. Þannig að það verður fróðilegt að sjá hvort að það verður staðið við það. Já, við nefnum ekki nöfn en fyrsti stafurinn Jóhann Ingi. Jep. Smá pressa hérna frá okkur í útsendingateyminu á hann að standa við sín orð. Já, nákvæmlega. Algjörlega. Við lofum honum meiri kommentatorskast ef hann tekur ekki one-stopper. Nákvæmlega. En eins og við sjáum bara á þessum myndum sem við erum að horfa hérna frá æfingum að við erum bara nokkuð mikið að sjá bíla fara aðeins út fyrir. Það eitthvað við þessa braut, menn keyra svolítið á brúninni á mörgum stöðum og það getur verið satt og það skapar líka tækifæri. Það getur verið erfitt að taka fram úr á brautinni en það er líka alveg fullt af tækifærum, vil ég meina. Þetta einmitt þannig braut þar sem að til þess að kreista gjörsamlega allt sem að hægt að kreista út úr þessari braut, þá verður að vera eins og segir alveg á brúninni. En brúnin bara þannig að þú mátt ekki fara yfir brúnina, þá ertu farin, Þannig að hér eru við með náttúrulega samansafna bestu ökumönnum okkar í
deildinni og þeir eru vanir að keyra á brúnni, þannig að ég held að það verði minna einhvers konar mistök í kvöld heldur en að hefur verið í vikunni. Þetta náttúrulega rjóminn af ökumunum hérna. Það bara þannig. Nákvæmlega. Og bara þokkalega stutt á milli manna hérna í æfingum í tímanum, þannig að ég hef full að trúa þessu. Hún ekki brugðist okkur hingað til úrvalsdeildin á þessu tímabili og ég held að þessi braut geti myndi skapa mjög skemmtilega kappakstuр. Nákvæmlega. Sjáum Jón Þór keyra hérna upp. Þetta korkskrúan fræga. Hérna mönnum refsað að þeir fari ekki rétt að. Mjög algengt beygjan sem menn að koma í núna. Þetta beygja sem menn eiga mjög oft til með að fara örlítið út fyrir og jafnvel snúa bílum fyrir vikið. Þannig að já, það alveg margt sem að varast, en enga síður fullt tækifærum. Það athyglisvert að núna eru 8 mínútur í tímatökur og Jökull ekki ennþá komin inn á braut. Það komin inn í lobbyið. Við erum búin að fá einhverja spár hér í spjallið. Hilli okkar, hann segir tímataka, Óli, Alex Tops, Jóhann og Póll er 1:21, 1:84. Billy Pól verður 0:221. Já. Keppni, hann segir að Ólaði vinni, Jóhann verði annar og Jökull þriðji og festislapp 1:21,785 sem er Alex Tops á 34. hring og samsetningu mest framúr er Oliver með 2 framúrastaða. Þetta er spá Nostradamus að þessu sinni. Ég þarf að vona að verður eins og fleiri framúrastrar. Já. Já, sko, það geta verið margir framúrakstrar þá að sé ekki position gained, sko. True. Ég bara svo mikið svona comeback story maður. Það ekkert comeback ef þú tekur bara frá taumur, ekki nú stattur í. Jú, í 3. seti í fyrsta, jú, algjörlega. Já, nokkulega. Everybody loves a good comeback. Nokkulega. Så Kim Kardashian. Já, 5 mínútur í að tímatökur hefjast. Þá setja menn race face á sig. En Óli er með alveg hörku tíma hérna, 1:21, 2:37. Það er rosalega góð tími. Dyndur tími. Spurning hvort þeir ná að toppa það í tímatökum. Við erum ekki ennþá búin að sjá Jökull á braut. Hann er bara super chillar, eitthvað að það sé að huglega fyrir keppni. Já. Það er allavega að keppendur eru að óskonum bara bjóða honum góðan dag. Segja Ólafur og Davíð segja í spjallinu í leiknum bjóða honum góðan dag og spyrja hvort hann sé bara vaknaður. Við vaknaðum fyrir reysið. Ef hann var ekki vakandi fyrir reysið, þá vaknaði volandi í reysinu. Já, nákvæmlega.
setjast það sem borðina hjá Róla, sjá hvernig hraður hringur lítur út innan frá. Alveg á brúninni. Algjörlega. Þessum að beygja sem að fara commitment í. Já, þessi beygja einmitt þarna undan beinakaflanum sem kemur brekkunni fyrir korkskrúið. Það er beygjan sem ég átti langar erfiðast með. Já, hún er svolítið, maður þarf að beygja inn svolítið á blind spot eða þú veist, maður sér hann ekki nógu vel þegar maður kemur upp brekkuna, þannig að maður þarf svolítið pínu að beygja blind inn bara og já, þetta er svona eins og að detta aftur á bak og láta einhvern grípa sig, maður þarf svolítið að treysta þessari beygju. Já, nákvæmlega. En þegar maður neglir hana, þá er það alveg beautiful. Já. En það getur verið askoti erfitt að eiga við hana ef maður er ekki í rytma við hana. Þessi beygja sem er í núna, maður veit aldrei hvort maður er að fara hratt eða hægt í hana. Oftast of hratt. Sjáum hérna, við kemur hann upp brekkuna og beygja sem vorum að tala er næsta vinstri beygja. Ég sjáu það, hún er alveg þurfti hann að fara í pitt akkurat fyrir það. Vel gert. Það fór alveg með þetta. Ég þarf ekki myndið einhvern annan en það, já. Jón Þór að fara að sýna okkur þetta. Nei, þá fyrir hann bara út af. Nei, hann fór með braut. Þetta ganga vel að sýna svo beygju. Það er ok. Hérna kemur hann í borðni upp. Serði ekki beyginn að þá, þetta beyginn. Þetta bara gerist eiginlega bara sama tíma. Já. Þannig að ef þú ætlar að bíða eftir þú sér beygjuna, þá ertu eiginlega orðinn á seinn, sko. Já, akkurat. Ég segi einmitt sko að elementið við bestu ökumennina er ekki sko hvað þeir eru með snögg viðbrögð per se, vegna þess að flow state í kappakstri snýst ekki að bregðast við, heldur að fyrirsjá. Þú þarft að beygja inn örlítið fyrr heldur en eðlilegt er að því þú ert á svo mikil ferð til að negla beygjuna á einhvern hátt. Þetta snýst ekki að núna ég beygja og vera snöggur, heldur það snýst að vita hvað er að fara að gerast áður en það gerist. Já, þá er það lobby reset og svo bara tímatökur. Algjörlega, kýlum á þetta. Bergur segir tímataka Alex, Óli, Jóhann, keppni Alex, Jóhann, Óli. Já. Hillbilly Mega hóstar 5 sinnum í armpittin á sér. Það eru allir mættir á brautina, 11 keppendur og þá er bara ekkert annað að gera en að setja þetta qualifying af stað. Bara let's do it. Það er einmitt 2 sem að vantar í kvöld. Það er Ása og Gunna. Gunni Ágúst Ási. Það vantar Ása og Gunnu. Ási og Gunnu. Það var gert. En Jóhann Ingi sem við sittum að borða hérna fyrstur manna út á braut. Þá sjaldan sem við neglum það rétt. Það er alltaf sem bílinn er akkurat, eða myndavélinn er akkurat í þeim bíl sem að leiðir þetta. Fyrstur? Já. Nei, akkurat. Andri Már fylgir honum fast á eftir. Jóhann Ingi, one stop. One stop Jóhann. Já. Algjörlega.
Þetta áskorun til hans. Við viljum fá one stop. Krydda þetta. Ég vil eiginlega ekki bara fá one stop. Ég vil fá one stop og sigur. Já, það ekkert annað. Til í það líka. Kláran að starta flying lap af Jóhann Ingi. Hér hann í síðustu bauginni og nú það bara metal, pedal to the metal og allt í botn. So far, so good. Hest sigurið upp brekkuna. Þessi braut hefur oftast verið talað sem MR-braut, þannig að ferðareigarnir allir ætti að vera góðir hérna í kvöld, myndi ég halda. Já, þessi braut hentar vel fyrir MR-bíluna. Við erum með 3 bílar sem ekki MR. Já. Það Supran hans Dimma og Subaruinn hans Jó Egils og AMG-in hans Jón Þórs. Óli hoppar upp í fyrsta, tekur besta tíma frá honum Jóhann Inga, 1:21, 4:95. Það var alveg hálf sekúnda hraðar heldur en tíminn Jóhanns. Svo hvað hann gerir. Hann hefur ekkert keyrt í æfingum, þannig að hann svolítið ferskur á brautinni núna. Hann komið með nýja númeraplötu, Mr. 3X og spurningamerki. Já, og komið í klæði keisarans, skiltan bíl og komið með gulli. Já, þetta náttúrulega, þess að segja við, þetta eitt stig sem þarf ef reikningur okkar var ekki vitlaus. Þannig að þetta gott sem komið með stórmeistarann og í tölvumóðum fer að smá út af. Já, það sko, þetta eina stig sem hann þarf sko, og það miðað við það ef hann fær ekkert stig í þessari keppni og ekkert stig í næstu keppni og Ólafur vinnur báðar keppnir með hraðasta hring, það eina leiðin sem að hann getur náð fram úr Jökli í stórmeistaratitlinum, þannig að það svona nánast hægt að segja að Jökull sé komið með þetta. Já. Það þurfa undir og stórmerki að gerast. Já. Við erum að tala bara bonafide kraftaverk. Það verður það 3. stórmeistaratitil hans í röð. Já, Himmi segir í spjallinu að þetta sé livery sem hann ætlaði að nota fyrir Nürburgring, ekki núna. Já. Það bara það skiptir hýði. Eða hvað? Öruggum með kannski er þetta bara viljandi gert. Öryggið uppmálað. Alex Tops, annar fyrir aftan Óla, aðeins bara basically 1/10 hluta fyrir aftan hann. Það Óli að bæta sinn eigin tíma.
Já, hann gerir það. Svo Jökull. Hann 50 sem stendur. 0,7 fyrir aftan Óla. Það breyti þá spurningamerkin í upprópunarmerki í síðustu umferðinni. Ég held að það verði must, sko. Sveiði. Okkar sigur sælasti ökumaður. Já, fyrstur til þess að vinna stórmeistaratitilinn 3 svar. Já. Hann núna á þessum seinasta klukkutíma þá hann sem sagt jafnunum Kára. Já, með 2. Já. En já, hann sennilega bara það bila að vera búin að slá öll met sem hægt að slá í þetta del, sko, með sigrum og stórmeistaratitlum og minni tímabilum fyrir innan, þú veist, vormeistari og vetrarmeistari og allt það, sko. Þetta bara búið að vera non-stop sigurganga síðan hann byrjaði að sigra. Nákvæmlega. Andra, hann situr 4. og fer út af. Ég fara yfir hérna tímana. Já. Bilinn á milli, þetta náttúrulega rosalega stutt bil á milli allra manna. En sko, eins og seinasta bilið hérna á milli Alex Geirs og Jóa Egils, það 1/1000 á milli þeirra. Já, það ekki mikið. Það alls ekki mikið. Já, sem bara, sko, topp 3 eru undir 2/10 hlutar á milli þeirra allra og topp 4 eru allir á sömu sekundinni. Já, nákvæmlega. Sömu hálfu sekundinni. Það ekki nema 0,4 basically frá 1. í 4. sætið. Og svo bara rétt fyrir aftan þar Jökull í 5. Þannig að þetta verður eitthvað. Alex Geirs náði að bæta sig. Hann núna 7000 fyrir aftan Davíð Adams. Þessi keppni, hún líka, sko, snýst meira heldur en bara að geta nelt hraða hringi. Þú þarft að forðast mistökin. Það alveg sýnt sig í gennum árin að enn og aftur eru mistök ofta að skemma fyrir mönnum. Það mjög lítið til að gerist eitthvað. Þannig að maður það svolítið konsistant en hraður. Hárrétt, sko. Hárrétt, það einmitt þegar maður hefur séð kannski ökumenn sem eru með aðeins lakara pace eru samt að ná betri árangri bara út af því að þeir halda sig á brautinni, sko. Akkurat. Þá hver að verða síðastur að setja tíma. Annars er ekki að bæta sig. Nei, Andri ekki að rauða hring reynilega, hleypir Jökli fram úr. Hvað gerir Jökull? Hann 7. sem að svona í aftan lagi fyrir hann. Alex Geirs var að fara úr 9. sæti í 4. Sæll, þetta hörku hringur hjá honum. Þetta rosalur final tímatökurhringur. Jóhann Ingi
21,5, Alex Tops 21,5, Alex Geirs 21,6, Andri 21,8. Gekkja. Jökull að slæta, mistar hann aðeins. En samt að bæta sem hálfa sekundu, tapaði samt smá þegar hann komið niður korkskrúfuna, misti bílna aðeins, þannig að hann kannski tapar 10 hluta þar. Og aftur hérna, tapar smá tíma, fer út fyrir, hann var upp 0,4. Það var alltaf bætt sér mikið. Það var lélugur síðasti sektor hjá honum. Já, hann tapaði 10 hluta. Er í 5. Hoppar upp fyrir andra. Þá sýnist mér bara allir vera komnir í mark. Já, það svoleiðis. Herðu, og það er Óli sem að toppar þessa tímatökur fyrir Kalda Racing Team. Hörku tími, 1:21, 2:23. Síðan er það Jóhann Ingi, one-stopperinn okkar. Hann er annar, Alex Tops er 3. Alex Geirs, liðsfélagi hans, er í 4. sæti. Síðan er það Jökull, Andri Már 7. Ólífur Nói 7. Jón Þór 8. Dimmi 9. Davíð Átnans 10. og Jói Egils 11. Þar hafið það. Það er nákvæmlega svoleiðis og þá veru 2 mínútur í reis núna. Það er svona leyfa mönnum aðeins að standa upp ef þeir þurfa þess og undirbúa sig andlega fyrir þessa keppni. Heldur að sé þægilegra fyrir Jóa Egils að fara út af því hann er á Subaru. Já, spurning, taka bara rally keppnin á þetta. Já, nákvæmlega. Já, þetta er alltaf að gerast. 2 mínútur í þetta. Að gera að ná sér í eitthvað ferskt í ísskápinn. Það er frí á morgun, páskar að koma. Við loppin kaldan, smá súkkulaði. Nákvæmlega. Narta aðeins í páskaeggi sem mátti ekki borða strax. Já, ég neita því nú ekki að ég saknaði þess að geta farið út í búð og keypt bara páskaegg, sko. Íslensk páskaegg. Fullt af nammi. Þeir eru með páskaegg en það er ekkert á sama leveli og Íslendingar, sko. Þeir eru með nóga páskabjór, sko. Já, það er alveg rétt. Það fer ekkert á millmála. Nítján að horfa og minna ykkur 19 manns að strjúka like-takkan. Það er alltaf gott merki þakklæti. Henda einu like hjá streymið fyrir algoritmann. Þeir eru ekkert að gera fyrir sjálf ykkur, bara fyrir algoritmann. Nákvæmlega. Ertu klár í þetta þannig? Ég er klár í þetta. Já, ég líka. Við erum að tala að það eru fyrstu 5 bílarnir eru allir Ferrari. Fyrstu 6 bílarnir eru allir Ferrari. Síðan er Ólífur Nói 7. á Porsche. Það er basically allir Ferrariinir bara í röð. Síðan koma aðra tegundir. Já, nokkulega. Herru, það er bara start race. Let's do it. Jæja, ökumennir eru klárir. Það er rolling start. Spurning hvort að einhverjir verði ekki komnir í beygju eða í miðri beygju þegar að tíminn fer. Ég veit ekki alveg hvernig það er á þessari braut en vonandi verða allir komnir í beina línu. Það er líka 7. sæti sem að byrjar í beiginni. All right, let's go racing. Það er Óli, Jóhann Ingi, Alex Tops, Alex Geirs, Jökull, Andri Már, Oliver, Jón Þór. Koma inn í fyrstu beigjuna.
vitanlega flestir á hörðum. Ja, allir á hörðum nema Jói Egils í seinasta sæti. Já, það er comeback storyið okkar. Já, Jói ætlar að vinna sig upp í fyrsta. Ínuinu fyrir Oliver út af í 8. sæti. Já. Og dettur niður í seinasta. Ég held að ég sé með endursýningu á því klára hérna fyrir okkur. Og við séum örugglega ekki að missa henni öðru. Þetta er þessi blindbeygja sem við vorum að tala um. Já, algjörlega. Hún gefur og tekur. Jói Egils að pressa Davíð Adams. Óli með 0,6 á Jóhann. Alex Tops eftir aftan. Jökull pressa rosalega á Alex Geirs líka. Já, sjáum á því. Svo hann fer hérna, nei, hann þarf að slá af, það er ekki hægt að taka fram hann annars. En það er tölvöld betur exiti hér. Alex verður að tala að þetta inn í spurningu á Jökull. Ná við Sitsarúi á hann, jafnvel. Nei. Á sama tíma er bara svipa í gangi hjá Alex Topsson og Jóhann Inga fyrir fram hann, sko. Kæmir ekki óvart ef að Jóhann Ingi ætlar að standa við stóru orðin og taka one-stoppera. Hann er að keyra svolítið svona konservativ núna, svona passa svolítið upp á bensin og dekk. Þannig að og Alex hefur sýnt okkur það að hann gerir svolítið minna af því. Hann bara húsar flat out. Já. Sjá replay í hvað gerist hjá Oliver. Það kemur með brekuna á blindabæju. Já, hann bara fer aðeins og innanlega og fer í pulsubatnan og það er allt sem þarf. Nákvæmlega. Það uppsettar bílinn, þannig að eins og ég sagði, þetta er alltaf tíma að setja þessa bæju rétt. Mikil pressa á Alex Geirs. Jökull alveg sjóðheitur með fyrir aftan hann. Þessi braut er að sýna okkur það er ekkert mikið framúraksturs tækifæri á svona þegar peysið er svipað hjá öllum. Já, það er nú alveg tækifæri vil ég meina, eins og þessi hérna beygja, en maður þarf að vera nálagt. Hún býður bæði upp og hún er breið, þú kemur inn í hana og líka sko, hún er einhvern veginn þannig að menn fara oft djúpt í hana og þá býður upp á svona smá undercut. En það er fyrsta beygjan og síðasta beygjan sem eru svona helstu staðinir. En það snýst of mikið finnst mér að þessari braut bara að reyna að halda pressu því að mann er svo viðkvæmir fyrir að yfirkeyra og gera smá mistök og það er yfirleitt það sem býr til færin. Já, nákvæmlega. Og á sama tíma ekki gera það mikla pressu að keyra sjálf út í mistök. En ég er að taka til því að flakka í gegnum listan. Ég sé að Jói Egils hefur farið í pit bara eftir fyrsta hring.
Er það Strat eða Plan B? Það getur ekki verið að það hafi verið Strat, ekki nema út af því að hann var á mediumdekkjum, tók einn hring á medium og fór síðan yfir á hard. Hann hlýtur bara að hafa skemmt bílinn, sko. Eina sem getur greina svo. Alex Stopp pressar Jóhann Inga. Það samt að haldast bara þokkalega lítið bilið. Hann ekkert að stinga af þótt hann sé búinn að búa til smá bil hann Óli. Þetta er 1,5 sem hann hefur á næsta mann. Jóhann þarf alltaf að keyra svolítið með augun í bakspeglinum. Það Alex að pressa hann svona. Það hjálpar Óla vissulega. Já, nokkulega. Ég er að horfa hérna 8. og 9. sæti Dimmi og Davi Adams, það er svona smá pressa, ekkert verðt að skipta yfir akkurat núna en haldast bara mjög stedd í þetta bil frá öðru í 5. sæti. Allir sem Ferrari eru bara svolítið svipuðu pace. Já. Það er athyglisvert að fylgjast með þessu. Ég er að horfa á hérna núna Dimma og Davi Adams þetta á. Og það er eins og að Porsche 9 sem Davi Adams er á sé að ná að taka beygjurnar töluvert hraðari en svo bara nær hann aldrei að taka fram úr út af því að þegar Dimmi er komin að beinuköfluna á Subrunni þá bara stingur hann af. Setjast aðeins á borðinu hjá Davi. Annað að heyra hljóðið í nýja Porschenum. Já, miklu flottara, miklu flottara. Það kemur við kostskrúfuna frægu. Dimmi gerir mistök, nær hann að nýta sér þetta? Nei. Báðir fara út fyrir smávegis. Koma tvær frá Óla í Jóhann Inga. Ennþá er Alex Stopp að eldan. Ekki með beint pressa á hann fylgir honum bara nálægt. Það er hins vegar að pressa á honum Alex Geirs. Jökull sér pressuna og Alex sér varnaraksturinn. Það sé munur að vera með gildan free time fyrir aftan sig. Alex út af smá. Og þetta er væntanlega nóg til að Jökull komið fram honum. Hann með innri línuna í næstu beygju og klárar þetta. Já. Þetta er bara nákvæmlega sem við erum búin að vera að tala um. Þegar að menn dansa á brúninni þá fara þær oft aðeins lengur eða ætliðu sér. Já, nákvæmlega. Ég var að bladra á fullu hérna með mjúta sko. Alveg steinblind að ég hefði ítt á mjútu. Góður. Hvað var þetta? Andri Már, hann er að nálgast Alex. Já, Jökull er komið fram fyrir Alex Geirs. Já. Það er eitthvað klikkað í Alex. Já, við vorum einmitt að lýsa þessi inn í beinni með að þú varst að tala sjálf þig. Já. Jón Þór fyrsti ekki Ferrariinn.
7. sæti. Davíð Adams, Dimmi hérna og Óli verið að blanda sér í þessa baráttu. Aðeins á þessari baráttu hérna í neðri sætunum. Þú pikkar í mig ef ég þarf að hoppa í topp 4 eitthvað. Já, það er akkurat núna í topp 4 þá er svo sem minnsta bili þar er bara Alex og Jóhann Ingi, en það er samt alveg næstu í sekúnda þar. Og svo hérna við vorum að horfa að Dimma fara út af. Já, það er ekkert annað. Þannig að þessi barátta er ekki eins þétt og hún var þegar ég skipti yfir á hana. En Ólíver virðist vera minnka bilið í Davíð Adams, en Dimmi er dottinu baráttunum eins og staðan er. Og enn og aftur er það blindbeygjan upp brekkuna. Spurning sko hvort að Jökull ná eitthvað að draga á toppstrákana fyrst hann er kominn í 4. og með auðabraut fyrir fram að sig. Hann væntanlega þarf aðeins að keyra sig í gang sem hann var ekkert að keyra í æfingunum. En hann sér í forystu mannin þegar fer upp brekkuna þá sér hann topp 4 fyrir fram að sig, þannig að það er alls ekki mjög munur hérna. Það er ekki nema 5 sekúndur frá 4. sæti í 1. sætið. Já, það er bara eins og vá, ég held að Andri væri að fara að dýfa þarna í korskúið. Hann hefur hætt við það. Já. En það er sem sagt aðal staðurinn til að fylgjast með núna. Það er akkurat núna á toppnum er ekkert að gerast þannig séð, það er bara langt bil, það er 1,5 á milli allra. Já, það er bara 5. sætis baráttan hérna, Alex og Andri. Já, 5. sætis baráttan er bara eina baráttan á breytinni akkurat núna. Akkurat. Svo kíka á annað kameru angóla á þetta hérna. Þessi beygja, sér hvað til dæmis við vítt annan Alex. Og þetta er mjög algengt, þannig að mann er að tætt beygju, really tight, þá nærmast stundum að smulla sér hann innan á menn. Og oft líka þegar maður er í mikil baráttu og maður kemur í þessa beygju, þetta er mikill bremsustæður, þannig að ef þú ert mjög nálægt, þá er það oft náttúrulega tryggjara menni að bremsa aðeins seinna en rætt að gera og það opnar svolítið beygjuna stundum. Algjörlega. Ég er orðið svo spenntur að sjá núna sko hvort að Jóhann Ingi sé að fara að taka one-stopper eða ekki sko, því að ég held að miðað við sko bara track position hjá honum að ef hann tekur one-stopper hann sé bara mjög sigurstranglegur sko. Já. Það er bara ekkert sem að ég myndi vilja meira út fyrir þessu kvöldi. Þetta er svona eitt off-plan skákjöllu mínum við. Það væri nú svona svo eru kannski bara allir á one-stoppi núna. Já, allir að taka 1. apríl-gappi hérna bara. Já, segðu þau. Það væri nú svona alvöru svona 1. apríl að one-stopper myndi vinna úrvalsdeildina allt í einu. Herðu, við erum með slúður úr chatinu hérna. Hilmar segir að Jóhann og Óli séu með one-stopper á planinu. Já, Óli líka. Já. Já. Hvað erum við að tala um? Tops og Jökull 2 stopp. Við erum að fara að horfa á Strat-reysina, krakkar. Andri er að dýfa sér. Vel gert. Þetta var bara akkurat, en hann slæsið hann af. Hann var samt ekki kontakt, akkur slæði hann af. Ég hefði bara haldið áfram. Já, full kurteis þarna. En Alex fyrir þá út af. Já. Hann bara gaf þetta tilbaka nánast. Fá endursýningu á sig frá öðru sjónarhorni. Þannig að koma það er í næstu beygju. Nóið hérna.
segja að þetta væri bara stránkæðileg framúrastjórana hjá honum, sko. Já, hann skildi eftir opið plássið þarna. Já, akkurat. Bara Hann Alex. strákurinn skildi hurðin eftir opnu og Andri lappaði bara inn. En það er núna farið að styttast aðeins hérna bilið á milli 2 og 4, sko. Það er komið núna sekundan hérna á millið þeirra allra, þannig að það geti verið að bara að Jökull sé orðin vaknaður og farin að taka Strákurinn það á sig. vaknaður. Gott að vakna. Svo er Jón Þór kominn bara í hennan slag hérna, hann er bara innan við sekundu eftir Alex Geirs. Já. Og Alex Geirs fór hérna aðeins út af eftir þessa blindbeygju og Jón Þór er bara núna kominn alveg í skottið á hann. Heldur betur. Alex þarf að resetta sig og horfa fram á við. Þetta er erfitt, það þarf alltaf að líta í speilin og kemur einhver nýr, það svona getur oft algjörlega eyðilegt rytman hjá manni og maður fer bara hálfpartinn aftur á bak. Þannig að nú þarf hann eiginlega bara að horfa á Andra og reyna að teika hann, blokkera Jón Þór í burtu úr huganum. Sekunda frá Jökli í Alex. Kíkjum aðeins aftur á Jón Þór og Alex Geirs. Aðeins minna bilið þar á milli. Ég skal vera hérna á toppnum með hann og láta vita ef eitthvað gerist. Já, endilega. Og Jón Þór hálfur út af en inn á aftur. Ég held að sé bara fáar brautir sem að menn eru jafn mikið með dekkið öðrum veginn út fyrir og á þessari braut. Það er alveg rosalega mikið það að maður sér smá rigg þyrlast upp. Já, það á til að gerast í eyðimörkinni. Já, algjörlega sko. Það er bara einhver meginn við að hvernig þessar beygjur liggja að þú veist, það bjóða eitthvað svo upp á það að vera tæpur. Það er eitthvað. Já, nákvæmlega. Núna er hann með tækifæri til að dýfa sér innan á hann, spurning hvort það gerir það eða hvort Alex ver. Nei, hann gerir það ekki. Hann styrkur nokkuð þétta línu. Þessi ræða hérna, hún er líka helviti trikki. Það er alltaf að vera hraðar heldur en maður getur í hana. Alex smá út fyrir. Það er náttúrulega bara hverju hring sem að gerist í þessari beygju. Vá, Jökull var næstu búinn að snúa þarna, sko. Og Alex út fyrir, hann tók sjálf á sig út úr baráttunni. Aftur, já. Það er mikil pressa á hann hérna. Hann er núna komið niður í 8. sæti. Hann byrjaði fyrir ofan Jökull, var hann ekki 4. Já, þetta er að sama að gera sér Oliver. Hann byrjar að beygja og snemma inn og fer á pulsuna. Alex Tops og Jökull að fara inn í pitt og það sem mér finnst athyglisvert við að sjá þetta núna er að Alex Tops er með meira bensín heldur en Jökull. Ég held ég bara aldrei séð það að gerast eftir eitt stint. Áður. Alex er að ná að fara vel með bensín á bílinn hjá þessu núna. Já, strákurinn er fljótur að pikka upp og læra maður. Hann hefur bara tekið bókstaflega samræðuna hjá okkur þegar hann veiddi miklu meira bensín og við fórum að tala um þetta. Hann hefur bara ákveðið að snúa blaðinu við og lært fuel saving. Það er náttúrulega bara nauðsynlegt, þú ert komin á þetta level. Nákvæmlega.
núna Alex Geirsson í rauninni að pressa svolítið á Oliver. Þeir eru báðir búin að lenda í því að snúast og detta svolítið aftur fyrir. Þá erum við að tala að Jökull Alex kom út 8. eða þá Jökull 9. og enn og aftur fyrir Alex út á sama stað. Þessi beygja alveg að gera hún lífið leitt. Hún líka þannig sko að þetta svona treysta beygja, maður þarf að beygja inn þú veist, pínublind að hérna, ef maður byrjar að klúðrinni þá getur að undirpínu upp á sig, maður fer að vera óörgur í hún og þá verður ennþá vera. Já, nokkulega. En já, Alex hann tók meira bensín heldur en Jökull. Já, var með minna bensín en tók meira. Nei, hann var með meira og tók meira. Þannig að hann bara með miklu meira. Þannig að hann gæti komið vel út úr næsta pitstoppi gagnvart Jökli. En samt mjög stutt á milli þeirra, þetta ekki nema bara rétt svo sekúnda sko. En þetta áhugavert. Nú þurfa þeir að sækja á hardstrákana Óla og Jóhann. Svo er það spurning hvað Andri gerir og hinnir. Þetta allavega staðan með topp 4. Það lítur út fyrir að 2 sé að fara one stop og 2 two stop. Hot damn! Og Alex Topsa fjólubláum. Hann má gera ráð fyrir að hann bæti tímann fyrst það komin á miðjum. Já, og Jökull náttúrulega líka. Bergur, farðu nú að chilla á þessum köllum hana. Annars færði ekki silfur porsiðinn. Já, hann að bæta tíman 0.8. Hann Alex. Já. Hugsanlega Jökull. Nei, Jökull sannlega ekki að bæta hann að aðeins búið auka spilið. Mjög lítið samt. Já, bættum sekundar næst í. Hvernig dekkjastaðan á toppnum? Maður að fara að sá svolítið á þeim. Þeir þurfa að taka alveg góða 5 hringi í viðbót. Já, og maður sér það að Ólafur er að höndla dekkjaslitið aðeins betur heldur en Jóhann Ingi. Þá meina ég að bilið er að auka svolítið á milli þeirra núna. Það var í 3 sekúndum bara rétt á hann sko. Það er núna komið í 4. Þannig að aðeins minna slitið hjá Jóhanni samt núna. Bara hann munar hársbreytt sko, en það flakkar á milli þeirra þá er hann aðeins ekki mikið. Pínu betri, en ekkert sem getur máli held ég. Nei, nákvæmlega. Já, þetta er áhugavert. Svo er spurning, Andri, hann er ekki ennþá komin inn í pit. Ætli hann sé á one stopin eins og Óli, það er ekkert ólíklegt, þeir eru liðsfélagar og væntanlega eitthvað búin að spjalla chatið. Já, núna erum við komnir í þetta klassíska mid-race dölnes sem gerist alltaf í úrvaldeildinni. Það er bara engin barátta neins staðar á brautinni. Nei, þetta gerist. Og svo fer allt saman í bara, það kemur alltaf mest spennan bara rétt fyrir lokin sko. Svo spurning sko, við erum með Jón Þór hérna í 4. róna, hann hugsanlega á one stop er ég fær bara að slökka á þessu chati hérna sko. Ekkert gáður þannig að gerast. Þetta er þetta engagement sem við vildir. Þetta er akkurat það.
En þá Jón Þór farinn inn í pit núna. Hann fór, hvað? Hann fór 18 hringi. 18 hringi, sko, þannig að Já, og sér hvað bilið að aukast alveg rosalega, að komið upp í 5,2 á milli Óla og Jóhann Inga. já, hérna sjáum við sko að Alex Geirs, hann nú væntanlega bara á one-stopper, fyrst að hann ekki farin inn. Og hann... Já, og Thompson var að taka fram úr honum. Já, Thompson var að taka fram úr honum. Spurning hvort hann verði eins kurteins við hann Jökull, sem ekki liðsfélagi hans. Já, meinar. Ég held að Jökull taki bara fram úr, sko. Þetta var alveg galopin beygja sem að Thompson fékk. Já. En Jökull þarf að fara hérna auðvitað verðu, þetta ekkert gefið, sko. Speiklar að nuttast. Það var að two-wide inn í þetta. Já, þetta var glæsilega gert þarna. Þetta var flott. Vel gert hjá Jökli þarna, sko. Það er bara take no prisoners. Við erum á endursýningu þessu. Skulum setjast borðið á Jökli og sjá hvernig þetta þróaðist. Já, þetta er kannski ekki besta sjónarhornið af því að... Ég ætla bara að kíkja á streymið núna, sko. Geggjað. Það er mjög flott hjá hann Jökli. Þetta var alveg glæsilega vel gert. Þetta var eiginlega svo flott að við erum að sjá þetta einu sinni enn og við erum með rétta sjónarhornið á. Sjáður hérna, við erum að nuddast. Hann sló fyrir á og tók svo bara switcharúið á hann. Þetta þurfti að fara einhver meginn og hann spilar reynslega hjá Jökli, klálega inn í spilið. Þessi beygir að vera góð við hann Alex Geirs. Hann vissi hvað hann átti að staðsetja sig og náttúrulega með grip yfirburði að þá gat hann látið þetta stikka svona, sko. Já, algjörlega. Já, klálega með grip yfirburði. Alex Geirs náttúrulega á vel notuðum harda meðan að Jökull á ferskum medium. Akkurat. Menn hallar áfram. One-stopparnir, Óli hérna, það er ekki mikið eftir að framtekjunum hjá honum, aðeins skárað hjá honum, Jóhann Inga. Þannig að sko, svona hvort það sé að tapa miklu tíma, síðustu... Já, mér sýnist Óli vera farin að tapa aðeins. Já, hann alveg definitíli farin að finna það fyrir sérstaklega í vinstri beyjunum eins og upp brekkuna og það sko, þar sem að reynir mest á framtekki hjá honum. Hægra framtekir, eins og þessar beygir sem hann er að koma í núna. Þannig að þetta vera farin að finna vel fyrir hérna, sko. Já, ég bara að horfa á bilið á milli Jóhann Inga og Óla, sko. Það var áðan komið upp í 5 og komið niður í 3,7 núna. Já. Þannig að þetta farið að hafa verulega áhrif á þá tvo. Já, en þau þurfa að taka hringið við bótt. Já, við fáum í rauninni ekki að sjá það fyrr en eftir pitstoppið hjá Alex og Jökli. Já. Far Jóhann Ingi og Óli í raun standar í keppninni. Fá fyrstu raunstöðuna á gangmála. Já. Þeir þurfa náttúrulega báðir að fara inn í pit væntanlega eftir næsta hring. Já. Sem að byrja núna og þeir þurfa að taka nánast fullan tank. Já. Og hérna sko Alex og Jökull, þeir eru að ná Óliver. Óliver er greinlega á one-stopper, þannig að hann tekur einn hring viðbót, þannig að þeir þurfa báðir að taka fram úr honum. Annars tefur hann þá væntanlega, þeir eru ná honum mjög hratt núna. Þannig að það er náttúrulega líka pínu að setja inn í reikningin við two-stopperinn, að þeir eru að lenda í trafík. Já, en það eru one-stopperinni líka að fara að gera þegar þeir fara í pit. Já, þeir gætu hugsanlega verið heppnari með staðsendingum, maður veit það ekki fyrir að þeir koma úr byrjunum, sko. Stundum fær maður rauða breytt fyrir fram að sig og stundum dettur maður á vondur stað. Þetta var ekki vel gert þegar Alex, hann... Nei, fór aðeins aftan í hann hana. Það var ekki líka gert, en smá snerting, ekkert hættulegt.
Já, það er, þegar maður að elda mann sem hægari, sérstaklega þegar hann á slagari dekki, og verður maður bara að passa sig að vera ekki of nálægt. Algjörlega. Þess að lenda ekki í þessu, sko. Algjörlega. Þetta var alveg glæsilega gert á Jökli þarna, sko. Hann passaði bilið og plantaði sig bara þannig að hann gat tekið fram úr án þess að kompromæsa Oliver. Þá eru Óli og Jóhann Ingi komnir í pit. Já. Andri væntanlega stuttu síðar og Oliver á leiðinni líka. Þannig að nú svissast staðan upp og verður áhugavert að sjá hvort að þeir lendi í Erum við að tala um að topp 3 núna eru allir á one-star. Hell yeah. Það er bara þannig. Þannig að nú, nýr forystusauður, Alex Thompson. Jökull rétt á eftir, sekúnda, þetta er búið að haldast mjög jafnt. Það sem mér finnst athyglisvert núna er sko að Jón Þór er komin upp í 4. sæti. Hann er að koma út hérna á milli Jóhann Inga og Óla. Já. Hann er náttúrulega var ekki að koma út en þeir, já, Óli og Jóhann Ingi koma út með Jón Þór á milli sín, meina ég. Já. En hérna... Þú sér þessu þarna, Óli dettur 20 sekúndur aftan Jökull, þannig að hann þarf definitíð ekki að dýra í trafík. Nei, nákvæmlega, en Jóhann Ingi þarf að gera það. En Jóhann Ingi samt er mjög ólíklega ég veit ekki hversu mikið pace-munur er á þeim, en Jón Þór er að fresta mediumdekkjum, þannig að mér finnst ólíklegt að Jóhann Ingi sé að fara að ná honum. En Jóhann Ingi geti eins og lent í vandræði með Davíð Addan sem er 1,7 fyrir aftan hann á mediumdekkjum. Já, hann fór að 18. hring inn hann Jón Þór, eða? Já, var það ekki? Jú. Núna er bilið á toppnum komið að verða komið niður í hálfa sekundu. Það var gott að skella myndaðurinni á þá baráttu. Það er Alex Tops og Jökull. Það var aðeins kviknaði í Jökli þarna þegar hann sá framúraksturinn hans Alex á hvernig tók hún aftur fram Oliver, já. Hann ætlar ekki að leyfa Alex að komast upp með þetta. Nei. Hann er núna kominn bara alveg í skotti á hann, sko. Bara að pressa rosalega, sko. Já, heldur betur. Alex á verri dekki heldur en Jökull. Jökull er búinn að fara betur með dekkin í þessu stinti. Þeir fóru í pit á sama tíma. Já, töluverður munur. Jökull þarf eiginlega að reyna að ná fram úr Alex og ná smá forskoti áður en þeir þurfa að fara inn í pit út því að Alex er alveg já, smá meira bensín. Þannig að vá. Það er djúpt þarna að Jökull. Það er bara it's on, við talum bara 0-3 ára á milli þeirra, sko. Það má engin mistök gera, þá er Jökull komið fram úr. Og Ólafur náttúrulega bara elskar að sjá þennan slag, sko, því að hann er, eins og ég segi, 22 sekundum fyrir aftan þá og meðan þeir eru að berja svona og ekki að ná að auka bilið að þá er þetta lítið rosalega vel út fyrir Ólaf, því að hann þarf ekkert að fara inn í pit aftur. Jökull og Alex þarf báðir að fara inn í pit og það má gera ráð fyrir að þeir þurfa að vera inn í pit í svona 40 sekundur, sko. Já, þetta verður mjög áhugavert hvernig spilast úrsölu. Ég trúa one-stopperinu. Já, það væri nú alveg, það væri nú glæsilegt að fá
smá one-stopper action hérna, einhver sem að vinnur á one-stopper. Ég man ekki eftir að hafa séð það í svolítið langan tíma í úrvalstild. Nei, nefnilega. En fyrst að þeir eru fleiri einn á þessu og sérstaklega að Óli skuli ákveða að fara á one-stopperinn, það svona gefið mér extra von að one-stopperinn sé actually málið. Það kemur svo sannlega í ljós að meðan berjast Jökull og Alex, og sem við sjáum hérna, við erum að mynda henni fyrir aftan Jökull, mjög ofta svona smá skrika. Alex Geirsson er hérna út af á braut, hann hefur lent í einhverju, komin út af aftur. Hann er ekki búið að vera að reysa hans, hann náði rosalega góðri tímatöku, stökk hann upp í 4. sæti á seinasta hring og svo er bara allt búið að fara niður við hjá honum eftir á. Það er óheppilegt. Já, algjörlega. Þetta er svona, það liggur við maður fyrir stundum að keyra hægar á þessari braut til að fara hraðar, af því að ef maður reynir mikið þá kemur þetta bara aftan á manni. Nákvæmlega. Sjáum hérna, spurning hvort hann gerir eitthvað, mjög nálægt honum núna. Ég held að hann sé ekki alveg nógu nálægt. Kannski ekki. Greinilega ekki. En vá, sérðu munin, dekkjamunin hjá Alex og Jökull? Já, það er bara töluverður mikið munur. Töluverður munur, sko. Jökull er að kvísla dekkinu miklu betur. Núna er Jökull í stöðu til þess að ná einhverju ef hann nær betra exit hérna. Nei, sem hann gerir ekki. Það er aðeins og nálægt hann að bremsa. En á aftur. Gust in the wind. Þyrlaði smá eyðimörk. Algjörlega. Hann er bara eins og skugginn hérna fyrir aftan hann, sko. Wow, hann gerir Thompson smá mistök. Já. Núna er Jökull í stöðu til þess að reyna einhvern framúrakstur, sko. Tók mun víðar í síðustu beyguna, þannig að hann ætti að ná góðu exiti. Já. Núna þarf hann heldur betur að verja. Býður honum eitirlínuna sem hann tekur. Fór kannski fullvitt. Já, brautin er svo skítug þarna, sko. Já. Sjáum við bara hvað hann eftir að nálægt. Við erum komin borð hjá Jöklínuna. Og sko, talandi þessa margumtöluðu beygju hérna með að vera með svona blind beygju. Það er helmingi verið að taka hana þegar þú er beint fyrir aftan okkur. Já, nákvæmlega. Þú veist, þá fyrst séð ekki neitt, sko. Sama, menn komast alltaf blindir hérna inn í bremsuna fyrir þessa beygju, en við höfum bremsumarkera til að staðsetja okkur hvað það varðar. Það er ekki alveg strikki að beygja blind inn á hátt í 200. Sko, hægra framdekkið hjá honum Alex er farið, sko. Já, en það sjáum við það á pressunni hjá Jökli núna, sko. Hann er heldur betur aftur í honum. Alex ver. Ekki reyndast nýtt til að strákurinn, sko. Gerir það. Staðsettir sér rétt. Þetta er alvöru kapastur hérna, sko. Já, algjörlega, sko. Og enn og aftur sýnist sannast gamla góða átækið, sko, að það er eitt að ná mönnum og annað að fara fram úr, sko. Ef að þú heldur þín master, jafnvel þóttu sett að stragla svolítið og heldur þínum línum eins og Alex er að gera,
þá er hægt að gera mönnum lífið asku til eitt. Og það sem athyglisvert við þetta er að sko, þetta er búið að vera svo mikill slagur á milli þeirra, þeir eru búin að vera að berjast svo mikið. Óli var 22 sekúndum fyrir aftan á þegar þeir komu út í pit, hann er núna 20 sekúndum fyrir aftan á, hann er búin að græða 2 sekúndur á þá. Já, þetta er heldur betur að vinna með Óla sko. Og eins og Hannes segir í spjallinu, það voru 43 sekúndur á milli hans og Himma í gær, þegar Himmi tók seinasta stoppið sitt og hann kom út fyrir framan hann. Þannig að þeir eru núna fyrir Jökull inn í pitin, ekki Alex. Já, Jökull átti ekki bensín til að klára annan rík. Þetta er það sem hann tala um með bensínmunurinn, en ég held að Alex hefði átt að fara inn í pit þarna sko. Já, hann er komin í smá strögg með dekkin. Já, ég held að Jökull tæki fram úr honum, sko þó hann sé með við þurfum að taka meira bensín ef svo er staðan, og þá er hann með svo mikið dekkjamun núna, svo mikið dekkjadvantage að hann nær fram úr. Og Oliver komi núna, búinn að græða sekundi í viðbót á Alex. Þannig að ég held að, sagði Oliver, ég meinti Ólafur. Þetta lítur mjög vel út fyrir Óla núna sko. Jóhann Ingi er einhverjum 7 sekúndur fyrir aftan Óla. Spurningar hann kemur inn í þessa breytu. Nú er Jón Þór eftir að fara aftur inn líka. Alex Tops komin í pit. Setja myndaðan á Jökull núna til að sjá hvað hann kemur út miðað við Alex. Sko, sjá hvað Jökull er að brautinni núna og Alex í pitinum. Já, sér það að Alex er að fara pit seinna, hring seinna inn í pit. Og hann með jafn mikið bensín og þegar Jökull fór inn á hann sko. Byrjar hann að fylla hann og Jökull fann hann nálgast. Ég held að Alex hefði komið út á undan hann. Eða hvað? Hann er ennþá að setja, nei, hann endur að setja bensín á. Þetta verður rosalega close. Þar er Alex, hann er hérna og Jökull að fara á utanverðu. Sjáu þetta? Nei! Jökull fer aðeins út fyrir síðustu beini. Nei, fyrstu beinu fyrirgeði. Vá, hvað þetta var tæft. Vá! Þetta er bara Það er bara slagurinn strax byrjar aftur. Ekkert smáræði. What the? Og hann tekur inn í línuna, hann dýfir sér hérna. Fyrir svolítið vítt. Og hann næst switchbackinu hann Alex. Og hefur inn í línu í næstu. Vá, þetta er meistarlega vel gert í honum Alex þarna sko. Jökull tók dýfuna en bremsaði aðeins og seint sko. Þetta er bara let's go racing sko. Hann alltaf sko ekkert að gefa Jökulli þetta, en Jökull Og Jökull fyrir dýfuna aftur. Já. Og núna er hann búin að láta þetta stikka. Og mændi sýninga þessu á eftir. Já, hann er ekkert hættur baráttunni en Alex, þótt að Jökull hafi farið fram úr sko. Aftur á þetta moment og fáum að frá öðrum sjónarhorni. Hérna sjáum við Jökull fyrir aftan hann Alex. Hennara snirtilega gert.
Mjög snyrtilega Ekkert gert. smá, ekkert smá. Og nú það bara fyrirgefið Alex Topp sem að pressar Jökul. Já, vá, þetta er... Strákurinn að kíka. Jesus. Jökull lokaði innri línni þarna, sko. Þetta er allt Óla og Jóhann í hag. Þetta var gott exit hjá Alex hérna. En Jökull lokar bara innri línni, algjörlega. Vá! Fyrir hvað er að gera þetta? Þetta er alvöru barátta, sérðu, og þvílík barátta. Þetta er rosalega, sko. Jökull ver, það að taka inn í línu. Og Jökull fyrir þetta vítt og skrikar aðeins. Wow. On the edge. Það skilur nota Alex Topp alltaf að gefa Jökull í bræða sinni eigin meðal í hestari. Nei, hann er ekki nóg að vat. Nei. Jökull núna farin að auka bilið, það kom upp í hálfa sekundu og sem er svolítið mikið þegar við erum að tala þennan slag. Já, hugsa sér. Sko, Alex er 25 sekundum fyrir aftan Óla. Já, þeir þurfa sko báðir að ná fram úr Andra og Jóhanni áður en geta farið að gera alluga að Óla. 10 hringir eftir 25 sekundur. Þetta er bara að líta helvítið vel út fyrir vonstafurinn. Já, það eru þrír efstu allir vonstafir. Já, það hlaut að koma að því. Praise Jesus. Það verður að spyrja hérna í spjallinu hann Himmi hvað bilið er á milli Oliver Jónþór og Davís. Það er 8,2 á milli Oliver Jónþórs og svo 10 á milli Jónþórs og Davís. Þannig að það er ekkert að gerast þar. Aksjón er hins vegar hérna. Já, það er allt aksjónið hérna. Það er aðeins að teyjast úr bilunni hérna á milli þeirra. Það er að verða komið upp í sekundu núna. Já. Jökull virðist alltaf að láta þetta stikka. Minnsta bilið annars staðar á brautinni er á milli Davís og Alex Geirs, 8. og 9. sætið. Það er 2,8 sekundur, en það er samt alveg slatta bil, sko. Það eru tæpar 5 frá Jökli í andramál, þannig að það má búast að Jökull nái honum endanlega verandi á medium dekkjum. Andri er á hörðum. Síðan eru 10 sekundur í Jóhanninga og 9 sekundur í Óla, þannig að það er svo sem engin barátta væntanleg hann í topp 3. Þetta er ekki nema að Jökull nái Andra sem að næsta barátta geti orðið. Já, og það eru hvað 9 hringir eftir sem hann hefur til þess að ná þeim. Þetta er ekki keppnin að Jóa Egils er hérna aftastur. Ekkert búið að vera að frétta hjá stráknum í kvöld. Dimmi hérna 10.
Alice Geir sem að startaði ofalega en búin að eiga allt of mikið að mistökum, situr í 9. sæti. Já, það er alveg langt á milli allra manna hérna, þannig að Já, það er besta tíma. Það er alls ekki búið að rætast úr þessu sem úrvalsdeildin hefur gefið okkur hingað til að vera með þvílíka spennu í toppsætunum undir lokin sem hefur verið í öllum keppnum hingað til. Það er ábendingin að Jón Þór sé að ná Oliver hratt. Það er alveg rétt, það er bilið þar er komið niður í 5 sekundur og það er 8 sekundur rétt á hann. Oliver á hörðum og Jón Þór á medium, þannig að það er kannski eitthvað sem við getum fylgst með eftir. Já. En Jökull er núna sko, já, akkurat, við erum báðir að taka eftir því sama. Undir 2 sekundur, hann er að ná honum mjög hratt, þannig að skulum reyna að hafa augu á báðum baráttum. Þannig að það lítur út fyrir að Jökull ætli ekki að brjóta pódiumstríkið í þessari keppni. Hann ætlar að ná pódium. Já. Ná pódium og tryggja sér stórmeistaratitilinn og setja aðra höndina á hérna vortímabilið. Já. Undir 1,5 núna, Andri á hálfsleiknum Hards, en náttúrulega ekki match fyrir medium dekkinans Jökuls. Það er eitthvað að draga fyrir skýðu, þess að geta það rigningu. Já, nákvæmlega. Það verður aðeins kaldari brautin núna, því þeirra dekkin ætti að endast aðeins lengur hjá þeim. Já. Örlítið lengur. Gæti kannski ekki endilega það sem að harddekkja görnur vilja upp á gripið, sko. Nei. Þetta er bara Ferrari veisla hérna, top 5. Forza Ferrari. Það eru yellow flag á Jóhanninga. Já, ok, það er... Já, það var yellow flag til að skipta á hann, en ég sé engan út af. Jú, það kannski hefur verið... Það er sannlega verið... Jó Egils eða Dimmi. Þeir eru þarna á milli. Ok, Jón Þór er hann á Oliveri, það komið 2 sekundur. Það er held ég verið að fylgjast núna með Jökli og Andra. Já. Þetta er slagurinn 3. sætið. Akkurat. Yfir komið í 0,3. Þetta er bara striking distance. Sannlega of mikið ætla til þess að Jökull ná en Jóhanninga líka, það er alveg 10 sekundur í hann. Það er ekki náttúrulega 5 hringir eftir, 6 hringir eftir meina ég. Ég er að fylgjast með hennar líka 7. og 7. sæti. Ég er líka að fylgjast með 7. og 7. sæti. Það er Oliver og Jón Þór. Það er verið að dottið í undir sekundu þar á milli. Ég er bara með litla puttan tilbúin á lyklaborðinu. Ja, og þá er Jökull að... Vá, hann er að taka alveg framúrakstur og hann tók á þann. Aldrei með einu línuna. Vá. Þetta er kannski ekkert beygja til að fara hlið við hlið, þau gerða það nú samt.
Já, Jökull gaf aðeins eftir, það var eina sem var hægt, sko. Já, það verður eiginlega að gera, sko, annars bara endar annar út fyrir. Já, nokkulega. Sjá hann maður, nýtir brautina, reynir að fyrir utanverðu. Til þess að eiga hinlínuna í næstu, nei, Andri Ver en þá, og sjáu þið, þetta er búið að draga Alex Thompson inn í baráttuna, þannig að núna er Alex komin í baráttuna, Jökull sennilega komin fram úr. Hvað gerir Alex Thompson, reynir hann að teika fram á rasturinn, reynir Andri að svara, hvað er að gerast? Andri fyrir utanverðu. Það er best að þú fylgist með þessu, ég er núna að sjá að Jón Þór er að taka fram úr, nei, hann var næstu að taka fram úr Oliver, en hann er örugglega alveg að fara að gera það, en ég myndi hafa myndavélina á toppslagnum áfram. Já, ég er tilbúin að replay taka hann, þannig að ef að er alveg að koma á frambarastöður, þá læt ég þetta. Já, hann getur replay og horta á aftur og eftir. Já. En þetta er brjálu barða hérna, þriðja sætið, Jökull, Alex þyrfti náttúrulega að koma strax fram úr andra má til að ná að fylgja Jökli, en pressan er klárlega á andra má núna. Og ja, hratt og hann vann inn forskotið í Jökull, það er Alex stopp. Þá er hann að tapa hér núna eftir að Jökull koma fram úr. Er það replay? Jækja. Það var þarna framúrakstur, ég veit ekki hvort það hafi verið kontakt eða hvað, en Jón Þór var mjög nálægt honum Oliver, og Oliver síðan bara fer beint út af. Hann bara eins og ná ekki beyjunni, og Jón Þór tók þannig fram úr. Ég veit, mér sýndist ekki að verið kontakt, þannig ég er ekki alveg klár á því, en replayið getur sagt okkur það eftir. Já, við skulum kíkka á þetta leið og Alex klárar þetta, hann er búinn að vera svona næstu fann fram úr honum síðasta hálfa hringinn. Hann er náttúrulega miklu hraðari á medium dekkjunum, þannig að þetta er meira spurningum hvenar heldur en hvort. Jökull náttúrulega stórgræðir á þessu, hann Já. Nei, bara stinga af. Andri er þetta út í alveg, já. Þetta er rosalega vel varið á andra þarna, sko. Mista þetta þarna. Vá, hann náði að halda bílnum á brautinni. Ótrúlega vel gert að halda bílnum, sko. En enga síður mistar hann fram úr. Þetta var rosalegt. Þá er held ég verst að kíkja á Jón Þór Oliver. Já, og svo sé Alex Geise núna farin í pit með skemmt á bílum. En að sjáum við Jón Þór fyrir aftan Oliver. Þau eru liðsfélagar, en á mismunandi bílum. Já, ok, Oliver, við erum bara að keyra alveg að sjálfstæðum út úr þarna. Já, mér sýnist það, en spurningum er að breyti sjónarhorninu, kannski kíkir á þetta aftur með öðru sjónarhorni. Fá þetta enn og aftur og vera núna fyrir aftan Jón Þór. Við komum upp brekkuna. Já, þú meinar hvort hann sé rétt að snerta hann þarna. Erfitt að sjá. Já, það er þetta erfitt að sjá, sko. Þetta er það sem ég er að tala sko. Þetta er sjónarhornið sem ég sá á þessu, þannig að það var svolítið, ég er ekki viss, mér líður ekki eins og það hafi verið kontakt, en þetta er, já, þeir kannski geta svarað í post-race þræðinum. Já, það er erfitt að, já, ég fannst það ekki á fyrsta skipti, en ég er ekki alveg sjór eftir sjónarhornið. 2 hringir eftir, það eru vonstopparannir sem leiða, Óli í fyrsta sæti, Jóhann Ingi sem við sjáum hérna í öðru sæti og Jökull í því þriðja, 7,8 sekundur aftan Jóhann Inga. Já. Hraðasti maðurinn á braut eins og staðan er, en sennilega bara ekki nógu nálægt til að ná þeim, því að þetta er ekki nema 1,5 hringur eftir.
One-stopperinn klárlega að sýna sem sterkari strattið hér í kvöld. Ég spyrja í chatinu hvort þetta fá replay á hlið á þessum framúræstri. Þannig að replay á hlið. Já, þá ertu bara með sama sjónarhorn sem Delta og notar hægri analogtakkan til þess að fara á hliðina á bílum. Já, ok. Prófa það. Það fyrst að það ekki baráttur að braut. Já, svona bara. Já, Alex Geirsson komin á. Þetta hreyfist ekki rétt hjá mér hérna. Það haldið hvort taka inn eða? Nei, hægri, þú ert að nota hægri bara til þess að hægri analog. Já, það gerist ekkert þegar ég nota það. Já, ok, þá ekkert í því að gera. Það gæti verið út í þetta replay, veit það ekki. Já, hugsanlega. Alex Geirs hann kominn út á softdekkjum. Á að stela hraðasta hring. Já, lítur út fyrir það. You little bastard. Það að taka frá lífsfélaginu sínu. Það er náttúrulega. Hann var að taka fram og dimma seinasta sætið. Það maður gera að reyna að gera gott úr þessari keppni sem búin að vera stríðunum aðeins. Já, nákvæmlega. Við vorum með síðasta orðið. Hann var alveg með hraðan í tímatökun til þess að geta tekið hraðasta hring sérstaklega með lágan tanki. Já, hann að bæta um 0,2. Við erum með myndaðan lánum Óla sem að síðasta hring. Hann ekki búin að vera mikið í mynd enda hann búin að vera í þægilegri fórstu bara síðan að hann tók hana. En vissulega flottur akstur í honum. One-stopperinn kom sá og sigraði og já, bara virkilega flottur akstur í honum. Vel að þessu komin á núli. Og það er Jóhann Ingi sem að einnig á one-stopper klárar í öðru sæti. 6 sekundum rúmum á undan Jökli sem að kemur hér í mark og tryggir sér stórmeistaratitilinn 3. ári í röð. Til hamingju með það. Flott keppni á Alex Topsinni. Andri Már réttur aftan hann, barðist heftilega. Var bara ekki með nógu góð dekk til að eiga við strákana sem voru á medium. Jón Þór sjötti. Og Alex Geirs tók hraðasta hring. Já. Tæknilega séð stal honum. Já, nákvæmlega. Ég að pæli að bæta við í viðtalið. Ég ætla að fá hann Óla í spjallið og ég pæli að bæta Jökli við líka sem að ég nokkuð viss með hann hafi tekið Akkurat. Herru, þetta var bara gaman að þessu. Hérna skulum við kíkka á úrslitin. Það eins og áður kom fram. Ólafur Einar fyrsta sæti fyrir Kalda Racing Team, síðan Jóhann Ingi fyrir Team Gullhuskur og Jökull Hradsson í 3. sæti fyrir B-Sig Racing Team, síðan komu Alex Topsson, Andri Már, Jón Þór 7., Ólafur Nói 7., Davíð Adams 8., Jói Egils 9., Alex Geirs 10. með hraðasta hring og Dimmi 11. There you have it. Nákvæmlega, en þeir eru mættir Ólafur og Jökull, byrjum að þér Ólafur, til hamingju með sigurinn. Það var one-stopper sem að tók þetta. Já. Vel gert. Gladdi mig mikið mjög vel gert, til hamingju Óli. Takk. Algjörlega, og til hamingju Jökull. Þú ert orðinn 3-time. Já! Þú getur tekið þetta spurningamerki af númeraplötunniðinni. Breytir í uppbreytingamerki núna. Hell yeah. Geggjað maður, takk hella. Það hafi ekki maður. Takk maður. Ógeðslega vel gert. Takk maður. Þú hefur vaknað í byrjun. Two-stopperinn átti ekki neitt í one-stopperinn í kvöld. Nei. Ja, þú veist, hann hefði getað virkað að við verið kannski í fyrstu og öðru og verið að, þú veist, ballaða þannig út, sko, en þá hefði hann kannski átt sjensinn, sko, en Óli var líka bara með peysið, púlaði burtið, sko.
Já, Óli, virkilega flottur akstur. Varstu með Takk fyrir það. orðstoppur í huganum allan tíman? Já, eiginlega. Hardekkin voru bara það góð það lengi að hérna, það var svona eiginlega ekki spurning. Ég var bara ekki nógu góður á medium til þess að láta það virka, sko. Nei. Þú veist, maður var bara rétt að detti í 24 á þessum seinustu hringjum á hard. Nákvæmlega. Það er rosalegt. Baráttan vortímabilið, hún er ekki alveg búin, þótt að Jökull sé í mjög góðri stöðu. Það er ennþá séns og ein keppni eftir. Slaufan, strákar. Ja. Það er kvíður fyrir því, maður. Þessi Ferrari er ekki þægur þar. Hann var góður í kvöld, þetta var dóminarandi Ferrari keppni. Það var bara, allir Ferrarin voru í efstu sætunum. Já, hann er góður á þessari braut. Hann hendar hann vel að maður þannig svolítið að kasta bílunum inn í beigjarnar hérna og hann er góður í því, sko. Já, það er eitthvað við þessa braut sem að dregum hann alltaf pínu meira vítt heldur en maður ætlar. Það er meira að minna allir keppendur eru að spóla upp riki með annað dekkið út fyrir á hverjum einasta hring. Þetta er rosalega dans á línunni, finnst maður. Ekkert smá. Og svo pulsunar á innanverðu eru bara það hættulegasta, sko. Því þú vilt fara eins nálægt og mögulega kemst á bara fullu farti, sko. En ef þú snertir þær þá kastar þær út af hinum megin, sko. Þannig að þetta er alveg dans. Blind beygja þarna upp brekkuna, basically, sko. Maður þarf svolítið bara að fara á intuitioni inn í hana, sko. Eiginlega, sko. Og við sjáum hann að refsa mjög mörgum í kvöld, en það var ekki að sjá mikið mistök á þér, Óli. Þetta var mjög steady akstur. Já, það var ekki mörg. Þeir voru 2-3, ég tapaði einhverjum 2-3 sekúndum á einu hringarna, en fyrir utan það þá var þetta mjög stöðugt og bara átakalaust. Ef það voru einhver þá sáu þið ekki vegna þess að þú varst svo mikið framanlega á einn og mér líkt að sýna þig nema bara á síðasta hringnum, sko. Nei. Þannig að ég veit ekki neitt, ég var ráð fyrir að þetta verið mistakalaust af því að þú varst vel að þessu fyrsta sæti komin, en já. Ég held að það sé bara ekki hægt að keyra þessa keppni á þess að gera mistök, sko. Nei, þetta er fyrsta keppni sem ég keyrst á hans að spinna. Já, saman þér. Ég er ekki að djóka, sko. Þetta er bara fyrsta skipti sem ég keyrst 44 hringi á þess að snúa öfugt á einhverjum tímapunkti. Já, mér leist ekkert að blikur fyrir þetta reis, sko. Ég hef sjálfur mér heldur, sko. Ég var að þessar pulsur voru alveg búin að vera. Já, þú varst ekki að keyra í æfingum. Hvað, varstu bara sultu slakkur eitthvað? Herri, ég lagði mig eftir vinnu og bara svaf allt og lengi og bara... Er það talað bara keppnisblund fyrir reis? Já, Óli tekur stundir svo leiðis og ég bara ákvað að hlusta á hans ráð, sko. Gerðu það ekki núna? Nei. En það er gott og gast mætt samt, það verður að ringi því þarna 10 mínútur í keppni. Já, ég hef búin að setja hann á silent og alla bakkar sér, sko. Nei, þú hefur ekkert verið neitt allt á hrifin af þessari braut. Nei. Þannig að hún er miklu uppáhaldið af mér. Þetta er ekkert endilega besta kappastursbrautin á GT3, sko, en það er bara svo ótrúlega gaman að keyra hana. Já, ég get tekið það hratt. Ég get alveg tekið það, sko. Já. Já, en já, hún hefur ekki verið uppáhaldið af mér, sko. Það er líka bara ein snerting á pulsinu og þá skoppar hún bara vítt út í sand, sko. Það var næstu beygir algjört helvíti, sko. Já, hún gefur og tekur vissulega þessi braut. Já, heldur betur. En svo er bara einn... Erum við dast út annað, Ingi? Erum við komin inn aftur? Hann ertu? Heyrðu í okkur eða? Já, ég heyri ykkur. Já. Ok, sorry, ég rak mig helvítið snúruna. Ég ætlaði bara að segja, já, það er ein keppni eftir á tímabilinu, slaufan, 2 vikur og að leggja í æfingu með að treysta bara gamlu góðu kunnáttuna. Það er eitthvað hægt, sko. Man þarf að vennist þessar braut aftur og aftur, sko. Það er bara, það er stanslösa æfingu, sko. Besta braut í heimi, það er bara svoleiðis. Já, klálega. Það verður ekki þrætt í því þetta statement. Það er bara, svoleiðis er það bara og það vita það alveg. En eins og ég segi, Ferrarin er erfiðar á köflum, sko. Hann er svo þungur á aftan að leið og þú ert að bremsa eins og hraða kaflanum eftir karóselið.
þá þarfst að fara á kantana ásamt í að vera að bremsa eða kósta og ef þú ert að bremsa þá kastar hann aftur endanum sko. Það er svolítið, mjög erfitt að eiga við það. Þú þarfst að fara svo hratt hann í gegn sko. Já, líka inn í karusellunni. Akkurat ef maður aðeins snerti gjöfu nógu mikið að fer akkurat niður í botnin á karusellunni og ætla sér aftur aðeins upp, þá snýst hann leið. Já. Þannig að þetta verður áhugavert að sjá og spurning hvort að maður taki eftir rigningunni í þetta skipti. Er ekki alltaf þegar þrennt eða ekki? Já, algjörlega. En þeir strákar, ég held að við kvöldum þetta bara gott í kvöld. Takk kærlega fyrir aksturinn og spjallið og Takk sem leiðis. Svo bara sjáum við sig í loka keppninni af 2 vikum liðnum. Já, og enn og aftur til hamingju með sigurinn, Óli og Jökull, þeir eru báðir sigurvegarar kvöldsins. Já, til hamingju Jökull. Já, takk kærlega og sömuleiðis til hamingju. Gekk. Segjum það. Takk fyrir okkur. Takk fyrir. Bye. Bye.